Verkefni 4 beint framhald af verkefni 3. Þar sem við ætlum að taka viðmótið sem við erum búin að gera og við ætlum að segja þetta var svolítið kjánalegt. Við ætlum að nota nútímalegra CSS til þess að leysa þessi verkefni hérna. Sér í lagi nota Flexbox. En við ætlum líka að nota CSS Custom Properties eða CSS Variables eða CSS breytur til þess að taka þá hluti sem við erum búin að vera kannski að marktaka okkur og segja bara eitt hérna, í staðan fyrir að segja hérna margin top 1 rem, þá ætlum við bara að segja margin top á að vera 1 space eða spacing. Og þá getum við bara breytt því síðan á einu stað og erum ekki með það út um allt. Þú veist að breyta öllu kóðunum af því að við erum ekkert að flót lengur eða... Jú, þú veist, það þarf að breyta svolítið, en það ekkert rosalega mikið. Við breytum því taktís, við breytum aðalega fyrir kartbirtinguna á forsíðunni. Það er stærsti parturinn í breytingunni og svo breytum við aðeins hvernig við setjum upp navigationið og aðeins hvernig við setjum upp fótinn. Þannig að þetta tiltekið hérna og bara smá inngangur af þetta, en þetta það sem við erum að fara að gera nákvæmlega. Við ætlum að taka það sem við erum að nota, þú veist, 1 rem sem 1 bil og við ætlum að segja í staðinn, við ætlum að nota breytuna eða custom property sem fyrir 1 bil. Við ætlum að uppfæra valmyndina í nota Flexbox en útlitið að vera alveg eins og í verkefni 3. Alveg eins og bara svona innan skynsamlegra marka. Fótinn í nota Flexbox, forsíðu í nota Flexbox, útlitið uppfært frá verkefni 3. Það svona stór partur. Og svo skráningasíðuna en útlitið það næstu því alveg eins. Þannig að þú veist, við erum með, þegar þið eru búið með þetta eða byggja þetta á sýnlausninni, þá eru þið með mjög mikið og þá farið svona taktist inn og eru að vinna, þið eru svona refaktora útlitið. Þannig að þá eru þið með alla selektoruna og þið þurfa að breyta og þið þurfa að hugsa, ok, þar ég hugsa að bæta við fleiri divum eða eitthvað hér til þess að geta fengið fleiri containera fyrir Flexboxið. Þegar Flexboxið mikið að hugsa um það, ég með Flex container og ég með Flex items inn í honum. Og þá oft á tíðum lausnin að vera bara með Flex container sem á sér Flex item, en það Flex item líka Flex container sem á sér Flex item, sem geti líka verið Flex container og oft sér Flex item. Þannig að það eitthvað sem þið þurfum að hugsa um í þessu verkefni. Síðan bara endurtekning á því hvernig útlitið á að vera og vísað í skjáskot alveg eins og hérna aðeins búið að breyta. Hér mesta, þetta alveg uppfært síðan í verkefni 3, hvernig þessi cards haga sér. Og ég jók aðeins við textan, við getum bara bætt hana við bara til þetta sé svona aðeins meira, þetta lítið aðeins betur út. Og svo þetta bara sama hérna og svo takmarkanirnar eru updateaðar. Að núna ætlum við að nota display flex og nú ætlum við ekki að nota display block, inline block, float, clear eða vertical align. Flexbox áhengendur klappa fyrir því eða þau ykkar sem ætla að verða núna miklir Flexbox áhengendur. Þetta Flexbox skemmtilegt og gott í þetta verkefni. Þannig að hérna ég með hvernig þetta lítur út sýnlausnin á verkefni 3 og hérna ég með sýnlausnin á verkefni 4. Þannig að ekki mikill munur og þetta bara munur sem allt í lagi. Hérna helsti munurinn sá að núna þetta í alvörunni miðjað og svo þetta aðeins dregið upp að þegar hafið heyrt það að þú veist þeir miðji hluti í alvörunni miðjið það bara nákvæmlega þá túlkar augað oft eins og þau séu aðeins of lágt fyrir okkur. Þannig að það oft hnikað aðeins upp að það svona aðeins meira visually pleasing í þessu. Þannig að það búið að gera það hérna. Þetta alveg miðjað en svo búið að draga þetta upp svolítið og til þess notum við neikvætt margin. Þannig að þið skoðu það. Svo komum við hérna og boom. Mikið lítur þetta miklu betur út. Eru þið ekki sammála? Það mætti halda jafnvel að einhver sem hefur hort á mjög margar hannanir og ætti að vita betur hafi gert eitthvað. En þetta svona þannig ég að láta hönnunarljós mitt skína. Og þá sjáum við hérna að þessi mynd haga sér núna svolítið eins og við vorum að tala áðan hvernig þessi hérna mynd í haustum haga sér. Það að segja hún tekin og hún sett þannig að hún miðjuð að einhverju leyti og látin birtast inn í plássinu sem hún hefur. Og nú plássið sér þessi mynd og þessi mynd hefur jafn stórt. En það látna að passa inn í það. Settur við border radius á myndina bara á öðrum? Já, ég ætla að gera það en þetta kopp.
Ha? Það Það er ekki ætlun mín, hún átti að vera líka niðri. Mjög vel spottað. Ég ætla að nótra það hérna hjá mér. Border, aftur, þetta er detail, þú veist. Þetta skiptir ekki máli. Þetta var artistically já, ég gerði þetta svona. Mér fannst það einhvern veginn flatt sko. Já, þetta er, svona gerist oft, svona óvart, já. Þetta er svona, gerist í listsköpuninni sem er hönnun. En þú veist, án grínsamt, þá er alveg hægt að leika sig mjög mikið í svona að vera bara að setja upp hönnun og það að vera í raun vefhönnuður þýðir ekkert endilega að þú þurfur að hafa klárað grafíska hönnun. Ég þekki alveg forritara sem að byrjuðu sem einhver bara sem var að fikta að gera vefhönnun en hafði bara svo gaman að vera fikt í HTML og CSS og var síðan bara HTML og CSS vefforritari í staðan fyrir að vera kannski hönnuður. En er samt að geta talað á milli þessa hönnunar og forritunar, viðmótsforritunar í HTML og CSS er mjög sterkt hlutverk. Alveg svo ég sagði senast tíma að vera góður CSS forritari er alveg verðugt mission til þess að fara í. Þannig hérna er búið að laga þetta og svo fáum við fótinn og þá hoppum við alveg niður í fótinn. Þá er hann aftur mjög líkur en hann aðeins sníkast til út af því hvernig hann er ekki lengur að nota display innan blokk heldur að nota display flex. Og eða alveg eins nema ég jók líka max widthið þannig að sjá að það er bara aðeins meira pláss og við sjáum það eins og eftir hvernig það er tekið fram. Sýningar alveg eins bara aðeins meira pláss annars er þetta bara ósnert frá sýnlausninni þannig að þið gætu tekið fyrir verkefni 4 bara sýnlausnina haft þetta hérna og þessi síða er bara fín þau eru ekki að gera neitt við hana og skráning svona hér þá sjáum við hérna það var svolítið ójafnvægi í þessu þannig að setjum þetta hérna og hérna en þetta er samt þetta er svona upplýsingalega séð að endurhanna þetta og gera eitthvað að það er ójafnvægi hér í hvíta plássinu en skiptir ekki máli hér hérna ætlum við að hafa þetta svona þannig að þetta eru 3 gaurar hér svo kemur þessi hérna seinasti ætlar ekki að vera hérna í seinasta 4. slottinu heldur ætlar að vera hérna neðst fyrir þetta þannig að það þurfum við að finna út í ætlar að nota field set ætlar að setja container utan fieldsetin ætlar að setja klasa hvernig ætlar að finna út úr selectoronum ykkar til þess að búa til flex containerinn og svo flex itemin undir honum. Það var nú alls fínt að bæta við korti að bara í auðvaplássið eða eitthvað. Google Maps. Já, akkurat. Nú þarf að hugsa svona, hvernig getum við gert þetta hérna, en svo verðum við samt að muna hvernig hagar þetta sér síðan responsive. Því að þá erum við inn að fara að segja, ok, þessi kemur hérna, svo kemur þessi fyrir neðan og þá raðast þetta allt niður í eina línu. Og það er síðan seinasta púslið í verkefni 5 er að gera þennan vef responsive. Þannig að þá erum við búin að byrja með eitthvað grunnlayout sem er gert svona gamaldags máta, uppfæraði yfir að nota flexbox og svo lokum uppfæraði yfir að nota grid og flexbox og gerum það responsive. Þannig að það er seinasta púslið í þessu. En ef við skoðum samt núna, ég fer hérna í þetta og fer í kveiki á responsive design mode þar sem ég get farið að eiga við stærðina hérna og þá jók ég þetta en þá sjáum við hérna þú veist á einhverju tímapunkti þá dettur þetta í 2 línur en við, þú veist, hvenar, ég veit það ekki þannig að þetta er svona smá responsive en ekkert rosalega vel responsive af því að við myndum vilja á einhverju tímapunkti ráða því hvenar þetta fer bara niður í eina línu sama hérna uppi ég gerði þannig að þetta er overflowar þannig að núna sé ég þetta ekki, þetta er bara hræðilegt hérna í staðan fyrir að þetta myndi í raun kollapsa niður og verða bara alveg hérna niður í röð eins og gerist hérna þar sem þetta fer svona leggst ofan á allt svona aðeins bara fyrir aðeins vinna þetta fyrir responsive partinn og sama hérna á forsíðunni ég fer hérna niður og næ að draga þetta hér að núna sjáum við kannski betur ef ég er að leika mig með þetta hvernig þetta svona einhvern veginn flúttar aðeins betur á fletinum eftir breytingarnar hjá mér og þú veist, þetta er allt í lagi hérna mætti hugsanlega orðið brotna eða textin minnka eitthvað þú veist, það er bara eitthvað sem við skoðum síðan í næsta verkefni en þetta er samt svona aðeins orðið
svona í eðlísinu, þá sjáum við hérna hvernig í raun plássið sem búið að tilgreina hérna fer úr því að vera breytt úr því að verða hátt og hvernig myndin í raun aðlaga sig að því. Þetta lítur bara alveg sæmilega út en hugsanlega mætti eitthvað að laga þetta. Ég bara finnst að vera bara nokkuð fínt sko. En þú veist, þetta bara flexbox, þannig að við erum ekki að gera neitt meira hérna og þannig erum við samt farin að útfæra svona þessi principle. Flæðum bara í því plássi sem við höfum og hugsum það hvernig efnið okkar að reagera inn í því. Ok, þannig að þetta fyrirmyndin og hún bara aftur hérna í möppu hér og svo gefið hérna sem svona aðeins búið að strípa út kommentin úr verkefni því sem gefið verkefni 3 en helsti munurinn að hérna erum við komin með selektor sem svona pseudo-selektor og selektar rótin á skjalinu og setur þar inn stillingar fyrir CSS custom property-un okkar sem þessi gildi sem við erum að nota oft eða nota og eru svona magic number, þau eru bara einhver tala til dæmis eins og þetta hérna ef ég einhverstað bara með, hér eru 4 rem margin top 4 rem height 4 rem það segir mér ekki mikið en ef ég segi height var height nav þá segi ég já þetta hæðin á nafinu hún svona svo breyti ég henni bara þarna og þá breytist hún þannig að við erum bara að nota breytur eins og við notum þar í forritun til þess að ljá okkur meiri upplýsingar það sem við erum að gera og draga úr endurtekningu. Hérna þurfum við að setja border, þannig megið þið sjá hvort þið viljið nota top radius border eða alla, það bara svona ykkar artistic input megið fikta, þið fáið það mikið rými inn á þessa verkefnis til þess að breyta þetta út frá fyrirmyndinni og einhverja fleiri stillingar hérna fyrir letrið. Og þá hérna myndum við þá setja font size 2 var sem CSS fallið til þess að vísa í CSS custom property das font base size til þess að fá það inn og svo framvegis. Þannig hérna búið að setja hérna þetta hér en hér vantar að setja vísun í breytuna height nav. Annars þetta bara mjög svipað og það í hérna verkefni 3 sem gefið og á mánudaginn þá mun ég byrja út frá sýnilausnina verkefni 3 að vinna í þessu verkefni eins og við vorum að gera í dag. Þannig að ef þið hafið tök á því eftir því skilið að svona fyrsta lagi skoða verkefnið, sækja það og prófa það út frá sýnilausninni. Öðru lagi skrifa niður spurningar. Þið getið senda á mig hérna, herri, ég skoða þetta hérna, ég skil ekki alveg hvernig þetta gert. Þá getum við bara sett á listan eða bara mæti í tíman og vera tilbúin til að spyrja mig fara yfir þetta saman. Þá mun ég bara labba í gegnum það sem búið að vera að gera eins og búin að vera að gera í dag. Og svo náttúrulega líka skoða námsefni fyrir vikuna og næstu viku. Eitthvað fleira? Eða einhverja spurningar kannski? Annars bara bíður þetta eftir ykkur þegar þið eru búið með hitt. Og svo lofa ég ykkur, ég með annað alveg steikjandi hitt verkefni þegar þetta búið. Bara 2 vikur í JavaScript þá? Nei. Það eru 5 vikur. 5 vikur? Já. Þannig að við erum 1, 2, 3, 4, 5, já. Ég tel hérna, þessar hérna 3 eru ekki, eða þessar hérna 2 eru ekki partur af námsefninu, þannig að við erum núna eftir þannig tíma erum við búið með 3/3 námsefninu. Svo ég að klára hérna negla að fá gestafyrirlestur í þarnæstu viku og jafnvel 2. Þannig að 1 frá actual hönnuði sem vinnur bara við UX og UI hönnun en líka frá öðrum hönnuði sem hugsar ekki UI-ið heldur bara þjónustu hönnun og UX. Þannig bara hvað það til þess að búa til form sem tekur við upplýsingum? Hvað það að búa til fræðsluefni fyrir fólk á einhvern hátt? Óháði hvernig það lítur út, bara hvernig á það að vera. Eigum að hafa það í listum, eigum að geta leitað í, hvernig eigum að skrifa það, hver markhópurinn og svona. Þannig að
ég er að vonast þess að ná að gera bæði, þetta er bæði mjög áhugavert. En annars segi ég bara takk í dag